Fríverslunarsamningur Íslands við Ísrael verður ekki endurnýjaður og 2 ísraelskir ráðherrar verða settir í farbann vegna hernaðar Ísraela á Gaza. Tiltekt og varfærni eru orðin sem fjármálaráðherra notar til að lýsa fjárlagafrumvarpinu. Það stefnir í 15 milljarða króna hallarekstur. Stjórnarandstaðan vill aukið aðhald. Það stefnir í spennandi kosninganótt í Noregi. Forsætisráðherra Noregs segir í viðtali við RÚV að ESB-aðild sé ekki á dagskrá fari hann með sigur af hólmi. Aðeins 10% landsmanna ná að borða grænmeti og ávexti 5 sinnum á dag. Unglingar í Dalskóla segjast borða hollt, en þó eru nammidagarnir ekki bara á laugardögum. Og breskur sundkappi varð í dag fyrstur til þess að synda hringinn í kringum landið. Hringferðin tók tæpa 4 mánuði. Komið sæl. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, sagðist vera að taka til í ríkisfjármálum þegar hann kynnti fyrsta fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur í morgun. Þar stefnt að 15 milljarða króna hallarekstri á næsta ári. Engar tekjuskattshækkanir eru boðaðar en ýmis gjöld hækka, meðal annars á ökutæki, raforkunotkun, áfengi og tóbak. Fjármálaráðherra segir frumvarpið varfærið vegna óvissu í alþjóðamálum. Vonir væru bundnar við áframhaldandi hagvöxt til að auka tekjur ríkisins og hann sagði mikilvægt að styðja Seðlabankann við að ná niður verðbólgu og vöxtum. Ríkið þarf að axla ábyrgð og við erum að gera það með því að skila frumvarpi sem er mjög nálægt í að vera komið í það jafnvægi sem við lofuðum á þarnæsta ári. Breytingar á tekjustofnum ríkisins fylgja þróun hagkerfisins, þannig að ef verður vöxtur í hagkerfinu þá vaxa tekjur ríkisins milli ára. Geturðu lýst þessu frumvarpi með svona 1-2 orðum? Ef ekki að segja að þetta sé frumvarp stöðugleika. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs er gert ráð fyrir að ríkið fá næstum 1600 milljarða í tekjur. Þar af hátt í 1300 milljarða í skatttekjur og að útgjöldin verði hátt í 1700 milljarðar. En hvernig verður kökunni skipt? Mest fer til heilbrigðismála, rúmur 1/4, og næst koma félags-, húsnæðis- og tryggingamál. Síðan eru önnur málefnasvið, heill hellingur sem fellur þar undir, mennta- og menningamál og svo vaxtagjöld. Ýmsir málaflokkar fá meira en þeir fengu í ár. Framlög til varnarmála til dæmis aukast 3 milljarða og sveitarfélögin fá 3 milljörðum meira sömuleiðis. Málaflokkurinn almanna- og réttaröryggi, meðal annars löggæsla, landhelgisgæslan og fangelsi, fær 6 milljörðum meira og þar af rúmur milljarður í fangelsisbyggingar. Forseti Alþýðusambands Íslands hefði viljað sjá gengið lengra í tekjuöflun í fjárlagafrumvarpinu og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir dulda skatta í frumvarpinu. Þarna inni eru þetta bæði skattahækkanir sem hafa nú þegar verið lögfestar, eins og til dæmis veiðigjaldið sem á að skila samkvæmt frumvarpinu tæpum 8 milljörðum, en svo eru líka 29 milljarðar sem að verið að leggja á, til dæmis á kílómetragjaldið, kolefnisgjöld og svo framvegis. Það er alltaf að gliðna annars vegar á milli þeirra sem að eiga og þeirra sem eiga ekki. Og telurðu þetta frumvarp sé að auka enn á þessa gliðnun? Já, það er til dæmis á vaxtabætur er að detta út á næsta ári. Barnabætur halda ekki verðgildi sínu. Það er jákvætt að við erum í rauninni að sjá minnkandi halla á afkomu ríkissjóðs. Ég hefði viljað líka sjá innviðagjaldið sem var búið að boða á skemmtiferðaskipin. Það fara 125 milljarðar í að greiða niður af lánum í vexti. Þannig að ég hefði gjarna viljað sjá þau aðeins bæta í varðandi tekjuöflunina. Þarna fara hagsmunir okkar sem skattgreiðanda og sem heimilisrekanda og atvinnurekanda algjörlega saman í því að ná hér niður vöxtum til þess að sjá þennan útgjaldalið lækka. Þetta er svona 1,3 milljón á hverja 4 manna fjölskyldu á næsta ári sem við erum þá að borga í vexti í gegnum skattan okkar. Svo fá sumir minna en þeir fengu í ár. Til dæmis á að verja 3 milljörðum minna vegna umsækjenda alþjóðlega vernd. Gert er ráð fyrir að endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar verði 2 milljörðum minni og þá fær framkvæmdanefnd málefni Grindavíkur aðeins 1/3 þess sem hún fékk í ár. Formenn stjórnarandstöðuflokkana kalla eftir auknu aðhaldi í ríkisrekstri.
Það eru engin stór tíðindi í fyrsta fjárlagafrumvarpi nýrrar ríkisstjórnar. Ég hef aðeins áhyggjur af lágtekjuhópum í svona hárri verðbólgu. Ég hef aðeins áhyggjur af því að þau séu að vanáætla þörfina á útgjöldum til heilbrigðismála og ég hef einnig áhyggjur af því að ríkisstjórnin boðar ekki að jafna kjör ellilífeyrisþega og öryrkja. Þau boðuðu það fyrir kosningar og töluðu mikið það að það ætti ekki að hækka skatta á heimilin og fyrirtækin. En við erum samt sem áður núna í þessum fjárlögum að þá erum við að sjá 28 milljarða hækkun sem að fer auðvitað beint á atvinnulífið og heimilin í landinu. Og svo ætla ég líka að gagnrýna að við erum að sjá aðhaldi ríkisrekstri upp á 13 milljarða sem eru auðvitað bara brot í hafið í 1600 milljarða útgjöldum íslenska ríkisins. En það er svolítið lýsandi fyrir þessa ríkisstjórn að þetta var kynnt sérstaklega sem frumvarp sem ætti ekki að hækka skatta á almenning og fyrirtæki og þegar maður skoðar þetta betur þá eru boðar hækkanir á almenning og fyrirtæki. Síðasta ríkisstjórn eyddi náttúrulega alveg gríðarlega miklu umfram allt sem eðlilegt gat talist. Svo tekur þessi við, þykist alltaf lagaástandið en hún bætir bara í. Er þetta frumvarp þá ekki til þess fallið að ná niður verðbólgu og vöxtum? Það hefði þurft að stíga stærri skref einmitt til þess að ná þessum markmiðum ríkisstjórnarinnar að ná niður verðbólgu í landinu. Þetta mun taka tíma að ná niður verðbólgum og vöxtu og það mun taka tíma að ná hér hallalausum fjárlögum og ég held ennþá að ríkisstjórnin sé að blekkja sjálfan sig og kannski okkur með því að halda því fram að hún geti gert það árið 2027 án þess að grípa til nefna alvöru aðgerða. Þannig verið að auka útgjöld og ekki virðist að gengi neitt að finna sparnaðaráðin. Og svo náttúrulega vantar sleggjuna sem Kristrún boðaði til þess að slá niður verðbólgu og vexti. Hún er ekki boðið í þessu fjárlagafrumvarpi. Og þið ætlaði að byrja á þessum nótum í Silfrinu í kvöld, er það ekki Valgeir? Já, við ætlum að rýna stjórnmálin sem að fara fullt. Við tölum fjárlagafrumvarpið og þau tíðindi sem urðu síðdegis að íslensk stjórnvöld ætlaði að beita Ísrael aðgerðum vegna árásanna á Gaza. Hingað koma þingmennirnir Sigríður Á Andersen úr Miðflokki, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins og Pavel Bartósek úr Viðreisn og Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar. Silfur, eftir minn sem ekki því takk fyrir þetta, Valgeir. En þá ætlum við að fara út í heim. Stjórnvöld á Spáni kynntu í dag refsiaðgerðir gegn Ísraelum vegna grimmdarverka þeirra á Gaza. Refsiaðgerðirnar fela meðal annars í sér að flugvélum sem flytja hergögn til Ísraels verður ekki hleypt lofthelgi Spánar og að skip sem flytja eldsneyti eða annað til Ísraelshers fá ekki að koma í höfn á Spáni. Þá verður bannað að flytja inn vörur frá ólöglegum landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. La prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Nú ríkisstjórn Íslands ætlar að taka meiri þátt í máli Suður-Afríku sem sakar Ísrael þjóðarmorð fyrir alþjóðadómstólnum og farið verður fram á farbann yfir 2 ísraelskum ráðherrum, þjóðaröryggisráðherranum Itamar Ben-Gvir og fjármálaráðherranum Bezalel Smotrich. Þetta er meðal þeirra aðgerða gegn Ísrael sem ákveðnar voru á fundi utanríkismálanefndar Alþingis síðdegis ástandið á Gaza. Utanríkisráðherra segir ríkisstjórnarflokkana sammála og aðgerðirnar sem eru í 4 hlutum séu í samráði við líkt þenkjandi ríki. Nú í þriðja lagi að þá strax í vor á lokuðum fundi EFTA-ríkjanna þegar var verið að ræða svona uppfærslu á fríverslunarsamningi við Ísrael, EFTA við Ísrael, að þá að okkar frumkvæði að þá voru þær uppfærslur stöðvaðar og við höfum ákveðið að fara ekki uppfærslu á þeim fríverslunarsamningi við Ísrael og síðan í 4. lagi að þá ætlum við að gera svipað á Norðmenn að krefjast þess að þær vörur sem að koma hingað frá Ísrael, frá hernumdu svæðinu séu sérstaklega merktar.
Já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kynnti þessar aðgerðar og fundi utanríkismála nefndar hér í Smiðju skrifstofubyggingu Alþingis og þeim fundi lauk klukkan 6. En hjá mér Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, annar varaformaður nefndarinnar og fyrrverandi utanríkisráðherra. Hvernig leggjast þessar hugmyndir og þessar aðgerðir í þig? Ég tel þær svona bæði nokkuð yfirvegaðar og sumar auðvitað táknrænar, en táknrænar aðgerðir skipta máli í stjórnmálum og svo auðvitað var hún þarna svona viðra aðrar hugmyndir sem að þurfa kannski einhvern frekari meðgöngutíma eða samtöl við svona þær þjóðir sem eru að ganga í takt. Þarna auðvitað verið vonast til þess að fleiri þjóðir bætist við í þennan svona hóp og mér finnst skipta máli að þetta samtal fannst mér gott. Þú veist, það var gagnlegt og skipti máli að geta rætt svona mál og sýnt svona nægan þroska í pólitískri umræðu á Íslandi. Ég tel mikilvægt að við reynum sem oftast, sérstaklega í utanríkismálum, að það sé svona ákveðin þverpólitísk samstaða grundvallar hluti, eins og það að rödd okkar skipti einhverju máli, eins og það að það skipti máli að tala. Orð hafa raunverulega vigt. Og þegar kemur að því að maður horfir upp á það að núverandi stjórnvöld í Ísrael eru að brjóta grundvallarreglur sem að bannað að brjóta alveg sama hvað gengur á, eins og það að heimila ekki grundvallar mannúðaraðstoð inn á svæðið, að þá eigum við bæði að taka afstöðu, segja það upphátt og skoða leiðir og taka ákvarðanir sem að til þess að beita einhverju þrýsting á þessa þjóð sem hefur verið vinaþjóð okkar í mjög langan tíma. En þessar aðgerðir eitthvað mikið meira heldur en táknrænar? Hverju þetta fara að skila og væri hægt að gera eitthvað meira? Sko sumar þeirra eru sannarlega táknrænar, en táknrænar aðgerðir telja líka og það þekkjum við Íslendingar bara nokkuð vel. En það eru þetta líka, ég meina það að fara ekki í uppfærslu á fríverslunarsamningi EFTA við Ísrael, ákvörðun, ekki bara táknræn. Hvort gengi verður lengra í því bara eitthvað sem verður að koma í ljós. En eins og ég segi, það er líka spurning hvort að með hvað hætti aðra þjóðir mögulega að fara fleiri þjóðir að ganga í takt með okkur og öðrum sem eru að gera það núna, og þá þýðir það að þær verða þá töluvert meira en táknrænar eða fara að skila svona ákveðnu þrýstingi, vegna þess við sjáum líka það sem að stjórnvöld í Ísrael eru að bregðast við einmitt líka aðgerðir sem eins og þegar ríkjum að fjölga sem að viðurkenna sjálfstæði Palestínu, að þá bregðast þeir mjög harkalega við því. Við verðum að nota þau svona tól sem við höfum, en gera það eins og segja af yfirvegun, en ákveðinu svona festu, skilja okkar stað, vita að við erum ekki stærri en við erum, en stundum líka hægt að gera hluti í krafti smaðurinnar og mér fannst þetta samtal svona aðeins endurspegla það. En ættu að reyna að taka einhvers konar frumkvæði? Ég held að Ísland sé að gera það og svo verður líka bara að horfa til þess að sko stjórnvöld í Ísrael ég meina það hefur orðið ákveðin eðlisbreyting á aðgerðum þeirra undanfarna mánuði og þess vegna ekki skrítið að ríki sem að hafa hreyft sig mjög hægt og ekki verið með stór orð eru farin að breyta allavega nota önnur orðið að hafa gert og jafnvel taka aðrar ákvarðanir. Takk fyrir þetta Þórdís Kolbrún og segjum þessu lokið héðan frá Alþingi. Takk fyrir það Sunna Karen, og það verður nánar fjallað þetta í Kastljósi og þar verður rætt við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. En núna ætlum við til Osló, en norðmenn gengu að kjörborðinu í dag og útgönguspár voru birtar núna rétt í þessu. Hallgrímur Indriðason, það byggust nú flestir við spennandi kosningum, en hvað segja fyrstu tölur? Já, fyrstu tölurnar sögðu að rauðgrænu blokkin héldi meiri hluta sínum mjög naumlega. Það sem sagt, þá var hún í fyrstu tölunum var hún með 87 þingmenn en rauðgræna blokkin 82. Það þarf 85 til þess að fá meiri hluta. Síðan hafa komið nýja tölur eftir það sem hafa sýnt rauðgrænu blokkina með svona sífellt betri stöðu. Og í stuttumáli þá hefur þetta verið þannig að hún núna síðastu tölur, þá var hún komin í svona 89 þingmenn. Það breytir því hins vegar ekki að verkamannaflokkurinn stærstur með 28%, framfaraflokkurinn að vinna mikinn sigur með yfir 24% fylgi sem var jafnvel lífið meira en kannanirnar spáðu, en hægri flokkur Ernu Solberg eiginlega geldur afhróð og með rúmlega 14% fylgi.
Og hvað þýðir þetta fyrir framhaldið? Því fleiri þingmenn sem detta inn á rauðgrænu megin og þeir eru svona komnir upp undir 90, því sterkari verður náttúrulega staðan fyrir Jónas Gahr Støre. Það klárt ef að þetta verða úrslitin að hann verður áfram forsætisráðherra, en því minni sem meirihlutinn því meira þarf hann að semja við hina vinstri flokkana eða í þessari rauðgrænu blokk framhaldið og þá hvað þarf til þess að þið styðji stjórnina. Þarf einhver flokkur að koma inn í ríkisstjórnina með verkamannaflokknum eða nær verkamannaflokkurinn að mynda stjórn einn með stuðningi hinna. Og þetta gæti orðið töluverðar flækjur en því meiri sem meirihlutinn því kannski einfaldara verður þetta fyrir Gahr Støre. En þessi spenna í þessum kosningum, hún var mjög svona, maður fann hana meðal kjósenda sem ég ræddi við í dag og skulum heyri nokkrum kjósendum sem ég ræddi við þegar þeir kusu í Oranienburg skólanum rétt fyrir utan miðborg Oslo í dag. Jeg mener at man bør si ja til EU, og at det bør komme mye mer frem i denne situasjonen. Jeg synes det må opp på agendaen i mye større grad, som jeg sa. Det urolige tider. Norge et lite land. Vi veldig avhengig av eksport og ha partnere rundt oss. Så EU-saken trist at ikke til stede i en valgkamp. Absolutt. Norge burde definitivt ha vært medlem av EU. Så det også et av de tingene som betyr noe for meg i valget i år. Det en stor sak, ja. Og det tenker jeg på faktisk nesten hver eneste dag. Det nå på tide? Så det for oss og Island et stort spørsmål. Verden i forandring, altså. Så prinsipper skal jo vurderes og kanskje brytes etter hvert. Og má til gamans geta að þessi síðasti viðmælandi þekkir ágætlega til á Íslandi. Hann hefur verið að leikstýra fyrir meðal annars íslenska dansflokkin. En það mátti heyra á þessum kjósendum og kannski fleirum að með vildu að Evrópusambandið yrði kannski svolítið meira inn í umræðinni en það hefur verið í þessum kosningum. Og ég náði að aðeins tali af Jónas Gahr Støre eftir að hann greiddi atkvæði í dag og spurði hann einmitt beint út í þessi mál. EU-medlemskap og Europasamarbeid ikke vært så stor sak i denne kampen. Hvis du går videre som statsminister, blir det noen endringer i samarbeidet med Europa og mulig EU-medlemskap? Min regjering har jo fordypet samarbeidet med Europa, med EU-institusjonene. Vi har innført et grønt partnerskap med EU. Vi har fordypet samarbeidet på sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk. Men det ikke medlemskap som står på vår dagsorden, men vi har samtidig også fordypet samarbeidet med de viktige europeiske statene. Tyskland, Frankrike, Polen, de nordiske og baltiske. Segir forsætisráðherra Noregs. En Hallgrímur, þú verður á vaktinni fram á kvöld og stefnir væntanlega kannski svolítið langa nótti á þér eða ekki? Miðað við svona hvað þetta tæft þá það nú ansi líklegt já, en við stöndum vaktina hérna áfram fylgjumst með framvindunni og munum gera það á vefnum og í útvarpi fram eftir kvöldi. Takk kærlega fyrir það, Hallgrímur Indriðason í Oslo. Við förum í annað. Dularfullt andlát hins hálf íslenska Stevens Grieg-Helgó hefur vakið heimsathygli en hann fannst látinn í íbúð í Lundúnum fyrir 2 árum. Grieg-Helgó var stórstjarna á sínu sviði sem dragdrottningin Heklína. Hann ólst upp að hluta til hér á landi. Breska lögreglan hefur ekki enn gefið upp dánarorsök en birti myndskeið úr öryggismyndavélum í vetur og sagðist vilja komast í samband við menn sem sáust þar yfirgefa íbúðuna það leyti sem hann lést. Aðdáendur og vinir Heklínu hafa mótmælt við höfuðstöðvar lögreglu og sakað hana seinagang og fordóma í garð hinsegin fólks. Ítarlega fjallað andlátið í þáttunum Þetta helst á Rás 1. Franska þingið felldi ríkisstjórn François Bayrou forsætisráðherra í dag þegar meirihluti þingmanna hafnaði traustsyfirlýsingu til stjórnarinnar. Bayrou boðaði sjálfur til atkvæðagreiðslunnar til að fá umboð til að ljúka fjárlögum næsta árs. Mikill meirihluti þingmanna felldi traustsyfirlýsinguna 364 gegn 194. Forsætisráðherrann hafði aðeins setið í embætti í 9 mánuði.
Það var ekki mikil óvissa það hvernig þessi atkvæðagreiðsla myndi fara hér í franska þinginu í dag. Það lá nokkuð ljóst fyrir að stjórn François Bayrou myndi falla. Það eins og óvissa framhaldið. Bayrou gengur á fund forseta Frakklands Emmanuel Macron á morgun og biðst lausnar fyrir sig og sitt embætti. Forsetinn þarf að ákveða sig hvort hann boðar til nýrra kosninga sem talið frekar ólíklegt eða hvort hann skipar nýjan forsætisráðherra mögulega úr röðum miðjumanna sem myndi þá lenda vantarlega í sumum vandræðum og Bayrou og Michel Barnier á undan honum eða þá að hann velur einhvern nýjan mögulega úr röðum sósíalista. Og við þeim manni blasir þá það verkefni að ná meiri samstöðu á þinginu það sem að gera þarf í frönskum fjármálum sem ærið verkefni. Hingað heim. Aðeins 10% landsmanna náðu viðmiði landlæknis á liðnu ári að borða grænmeti og ávexti 5 sinnum á dag. Efnaminna fólk borðar síður grænmeti og ávexti daglega. Þetta sýna svör 11.000 fullorðinna mataræði á síðasta ári. Rúmur helmingur fullorðinna borðar grænmeti að minnstakosti 1 sinni á dag og konur eru duglegri við það en karlar. Matvöruverð hefur hækkað 5% að meðaltali undanfarið ár og sumar tegundir grænmetis og ávaxta hafa hækkað talsvert meira. Sem dæmi hefur verð á 500 grömmum af erlendum jarðarberjum hækkað tæp 44%, íslensk agúrka tæp 14% og 1 kíló af gullauga íslenskum kartöflum 33%. Þetta hefur áhrif. 38% þeirra sem segjast eiga mjög erfitt með að ná endum saman borða ávexti daglega, samanborið við 49% þeirra sem eru efnameiri. Sömu sögu má segja grænmeti þó minna muni. Þetta er auðvitað verð og hefur gríðarlega áhrif og auðvitað líka aðgengi. Hvað er verið að stilla upp svona í kringum okkur í okkar nærumhverfi, á vinnustaðnum okkar, í skólunum. Þannig að það skiptir máli líka aðgengið. Þá er fólk sem hefur minna á milli handana líklara til að drekka orkudrykki og gosdrykki daglega. Það er þá í raun og líka verið að borða minna fisk til dæmis sem líka mjög holl fæða. Þannig að já, við sjáum þetta víðtækara í öðru rannsóknum. Næringarviðmið landlæknis voru uppfærð í fyrra í fyrsta sinn í 10 ár. Embættið leggur til að fólk borði grænmeti og ávexti 5 sinnum á dag. Aðeins 10% fullorðinna náðu því. Auðvitað er þetta áskorun. Þetta þýðir raun að vera öllum máltíðum dagsins og öllum millibitum ættum við að reyna að borða ávexti og grænmeti. Og þá þarf eitthvað í umhverfinu okkar ít undira þegar við erum í skólanum og vinnustöðunum að það sé mjög auðvelt fyrir okkur að ná í þetta og þetta sé ekki dýrt. Þannig að það er hægt að gera helling til þess að bæta heilbrigði og einmitt á íþróttamannvirkjum að þetta sé í boði líka þar. Þannig að við getum gert miklu betur. Nú unglingar í Dalskóla í Reykjavík kynntu sér málin í dag þar sem sérstök áhersla var lögð á að taka inn D-vítamín daglega. Þeir tóku vel í ráðleggingarnar. Það er nú því miður þannig að á Íslandi eru ekki til nýleg gögn mataræði barna og unglinga og við höfum mikinn áhuga á að koma á stað verkefni að safna þeim upplýsingum. Það eru auðvitað ákveðnar vísbendingur að það sé ekki alltaf nógu gott og það skiptir svo ótrúlega miklu máli á þessum vaxtarárum. Krakkarnir eru enn að vaxa, heilinn er að þroskast fram yfir tvítugt, þannig að skiptir gríðarlega miklu máli að næring þessa aldurshóps sé sem best. Borðið hollt? Já, alveg frekar oft. Bara svona stundum, bara svona afmæli með eitthvað, bara svona óhollt. Já, ég líka. Borða oftast hollt. Þannig að þið pælið alveg í því að láta hollan mat ofan í ykkur? Já. Já. Af hverju? Þannig að ég verði ekki feit. Bara svona fyrir æfingar og eitthvað svona vera bara með orku. Já, sama. Hér. Já, bara svona orku og þannig. Borðið þið alltaf hollan mat? Já. 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 Er þetta ekkert að borða mikið nammi? Nei. Stundum. Bara oftast á laugardögum. Hvað ætlaði að passa sérstaklega upp á? Bara D-vítamín. Já, örugglega bara D-vítamín líka. Bara hollt og eitthvað. Bara borða minna nammi og eitthvað. Borða lýsi. Já, og D-vítamín. Já, borða D-vítamín og borða hollar og eitthvað. Breski sundkappinn Ross Edgley lauk í dag tæplega 4 mánaða sundferð sinni í kringum landið. Hann er fyrstur til að synda þessa leið en hann lagði af stað miðjan maí og lauk sundinu í Nauthólsvík í Reykjavík þar sem fjöldi fólks tók á móti honum síðdegis í dag. I thought about the finish, but I just want to say thank you so much. Like Iceland is incredible, but mainly because of the people.
Like we got stuck in storms, in hurricanes, and honestly the hospitality, the people here, people opened their homes to us. We got lost, like we couldn't get back to land in like Vestmannaeyjar, and people just gave us beds, they cooked for us and stuff. So honestly, I love Iceland just because it's full of Icelandic people. Like, you guys are amazing. So yeah, just thank you so much. You're amazing. Thank you. Ótrúlega afrek. Þá skulum við gá að veðrinu. Nokkuð mikið vatnsveður hefur verið á landinu síðastliðinn sólarhring, enda allmikil lægð búin að vera á sveimi suður af landinu. Enn einn úrkomubakkin kemur inn á suðaustanvert landið í kvöld með mikilli rigningu þar fram til morguns, en annars staðar verður úrkomu minna. Það verður hlýjast norðaustanlands á morgun, eða 16 til 17 stig þar sem það verður best. Förum nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Karlalandsliðið í fótbolta mætir Frakklandi í öðrum leik sínum í undankeppni HM 2026 á morgun. Leikið í París og þótt verkefnið virðist snúið, ríkir trú í íslenska hópnum. Þetta trú, annars eins og ég segi, værum við ekkert hérna. 16 úrslitum Evrópumótsins í körfuboltalauk í gærkvöldi með sýningu frá grísku súperstjörnunni Giannis Antetokounmpo. 8 liða úrslit hefjast strax á morgun. Og Spánverjinn Carlos Alcaraz bar sigur úr býtum á opna bandaríska meistaramótinu í tennis í gærkvöldi og lyfti sér leið að nýju í efsta sæti heimslistans. Þetta og meira til í íþróttum. Þá skulum við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fríverslunarsamningur Íslands við Ísrael verður ekki endurnýjaður og farið verður fram á komubann yfir 2 ísraelskum ráðherrum vegna hernaðar Ísraela á Gaza. Tiltekt og varfærni eru orðin sem fjármálaráðherra notar til að lýsa fjárlagafrumvarpinu. Það stefnir í 15 milljarða króna hallarekstur. Stjórnarandstaðan vill aukið aðhald. Það stefnir í spennandi kosninganótt í Noregi. Samkvæmt fyrstu tölum í þingkosningunum er útlitið gott fyrir sitjandi forsætisráðherra, en hægri flokkur Ernu Solberg fyrrverandi forsætisráðherra geldur afhroð. Aðeins 10% landsmanna ná að borða grænmeti og ávexti 5 sinnum á dag. Unglingar í Dalskóla segjast borða hollt, en nammidagarnir eru ekki bara á laugardögum. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Svo kemur Silfrið þar í kjölfarið. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl.